Hæ, ég heiti Kolbeinn og ég ætla að sýna þér aðeins hvernig viðmótið á námskeiðinu til þess að þú kannski átti þig á því hversu raunverulega auðvelt þetta getur verið. Við sjáum hérna þegar ég er búinn að skrá mér á námskeið þá blasir þetta viðmót við. Ég lendi inn á síðu sem byrjar á því að sýna mér stutt kynningarmyndband það hvernig námskeið er uppbyggt. Þannig að það er vel tekið að mótið þar, það er mjög einfalt að sjá hvar efnið er að finna. En í stuttu máli þá eru efnishlutar námskeiðsins hérna hægra megin á skjánum og það veldur á því hversu mikinn aðgang þú hefur, hversu mikið efni þú sérð. Stundum raðast efnið hægt og rólega inn en í vissum tilfellum þá færum maður aðgang að meiru. Og það sem gerist á raunverulega það, þið sjáu hérna hægra megin að þetta er mikið af efni, enda vel yfir 1200 myndbönd. Það sem raunverulega gerist er það að fyrsti hlutin er neðst og næsti hluti og svo koll að kolli byggjast þeir hver á öðrum. Það sem er eiginlega kostur við þetta er að það er heil samfella í öllu efninu. Við byrjum á því að fara í 10 hluta í almennubrotum, þar sem við raunverulega tekum á almennubrotum alveg frá 7. bekk og upp í 10. bekk og undirbúum nemandann fyrir það sem er kennt í grunnafanga í framhaldsskóla. Og vegna þess að það er samfella í almennubrotunum að þá getur maður alltaf bakka niður ef eitthvað tiltekið efni er erfitt. Á eftir almennubrotunum kemur svo algebran og í framhaldinu mun koma rúmfræði. Sjáum hvernig hver hluti er uppbyggður og það góða við þetta er það raunverulega að hver einasti hluti er alltaf eins. Skoðum hér lykilhugtök. Og þetta er raunverulega bara þannig að það má hugsa eins og kassastremil að þú byrja bara efst og enda neðst. Og þar með það bara búið. Öll kennslan er sett fram í vídeóm, svo það er nánast ekkert að lesa. Það er bara að horfa og hlusta. Þessi lykilhugtök hérna eru til þess að koma nemandanum að stað í almennubrotum og við gefum okkur raunverulega ekki að nemandinn kunni neitt. Við gefum okkur ekki að hann hafi aðgang að foreldrum sem kunna efnið. Við ætlumst raunverulega til þess að hann geti lært það sem þarf að læra á námskeiðinu sjálfu. Ef að það bjátar eitthvað á, þá eru við til staðar og það er þetta að samband við okkur, þannig að hjálpin er til staðar en þá grípum við inn í. Hér er til dæmis sett að sjá raunverulega hvernig einfalt hugtak eins og nefnari er útskýrður og ég ætla að ræsa myndbandið stuttlega. Nú skoðum við hugtakið nefnari. Það þýðir raun það sama á heil sem við vorum að skoða áðan. Nefnari þýðir hópur. Til einföldunar ætlum við að nota spil eða öllu heldur hópa af spilum. Hve mörg eru spilin? Hver stór er hópurinn? Þetta er dæmi svo kallar hugtakavídeó þar sem við höfum þetta vídeó stundum efst í hlutanum til þess að ganga úr skugga að nemandinn skilji hugtaki sem hann er að vinna með. Kíkjum á annan kafla í brotunum til að sjá hvernig heill dæmakafli er raunverulega uppsettur. Blandnar tölur og það lítur þannig út að hugtaki er útskýrt fyrst. Hvað þýðir þetta hugtak? Þar á eftir koma kennslumyndbönd. Nemandi þarf ekkert að gera nema bara horfa á þau. Þau eru mismörg. Hér er til dæmis bara 1 en þau geta verið alltaf 4. En þetta kennslumyndband ætti raunverulega að sýna nemandunum allt sem að þarf að vita blandtölur. Og þar er farið bara skref fyrir skref í það hvernig þetta er unnið. Þar á eftir kemur dæmahlutin því það er náttúrulega mjög mikilvægt að nemandinn reikni. Það er ekki bara nóg að horfa, heldur það reynir svolítið á skilur hann þetta. Þannig að þetta er PDF-blað sem er þetta að opna bara á skjá eða hlaða niður, prenta út og hér er verkefnið að breyta í blandtölur og nemandinn gerir þetta og þessi dæmi er í nákvæmu samhengi við vídeóið sem hann var að horfa á. Við förum aldrei út á sporunu. Til að athuga hvernig þetta gengur þá getur nemandinn að sjálfsögðu nálgast svör þannig að hann opnar svarblaðið til að sjá hvort eitthvað var vitlaust gert. Stundum er það einfaldlega þannig að nemandinn getur yfirleitt ekki reiknað dæmið
og venjulega strandar nemandi þá þar, því að hvað á nemandi að gera sem getur ekki reiknað eða fær rangar niðurstöðu, hann er jú stopp nema að fá hjálp. Við leysum þetta þannig að fyrir neðan dæmiblöðin er galleri eða safn af vídeóm þar sem við höfum raunverulega leyst hvert einasta dæmi sem við ætlumst til þess að leysa á dæmablaðinu. Þannig að ef að fyrsta dæmi stendur eitthvað í nemandanum, þá getur hann bara fundið dæmi hér og það eru öll dæmin hér og hann getur bara ræst það. Og hér er dæmi leyst bara nokkru sekúndum. Og dæmi er laust. Þannig að ef að eitthvað bjátar á, þá er yfirleitt að finna þarna það sem var að. Þeir sem eru lengra komnir, hvort sem þeir reikna allt eða ekki, að þeir geta jafnvel notið góðs á því að skoða eingöngu þessi lausnarmyndbönd, því að þau sýna skref fyrir skref hvernig á að leysa hvert einasta dæmi. En vissulega er mjög mikilvægt fyrir þá sem eru verðstættir að reikna öll dæmin sem við bjóðum upp á, því þannig kemur þjálfunni til og kemur ekkert í staðin fyrir hana. Fyrir þá sem svona vita hvað þeir vantar bara raunverulega markvissa upprifjun, eru veikir á svellinu í tilteknum dæmum, að þá höfum við raunverulega farið þá leið að hérna efst á skjánum er leitarsvæði, þannig að tökum sem dæmi, ég leita núna að hugtakinu krossmarkfaldi og við leitum þá raunverulega í öllum þeim hlutum sem ég hef aðgang að og ég finn hérna í kafla 16 í algebrunni undir hlutan í jöfnur krossmarkfaldin og ég opna hann og hér er allt sem ég þarf að vita hvernig það er gert. Hérna kemur fyrsta kennsmyndbandið krossmarkfaldin, það er annað myndband, það er þriðja myndbandið, þau eru 3. Ástæðan fyrir þau 3 er raunverulega svo að við viljum halda myndböndunum stuttum svo að nemandi þurfi ekki að horfa mjög lengi og fyrir þá sem eiga til þess með að halda athygli þá mun auðveldara að grípa fleiri stutt heldur en eitt langt. Sama skipulag, svo koma dæmi sem reyna á það sem var kennt í krossmarkfaldun. Lausnablaðið er til staðar til að sjá hvernig það gekk og að sjálfsögðu eru allar lausnir hér eins og áður, þar sem hvert einasta dæmi er sýnt skref fyrir skref. Þetta er kannski hljómar einfalt, en þetta kannski tekur ekki nema nokkra sekúndur að finna raunverulega það sem mig vantaði að sjá. Krossmarkfaldun, ef ég fer aðra leið, hefðbundnari, ég fer út á netið og fer inn á Google, þá fæ ég hérna PDF-blað, ég tengir inn á bland, ég veit ekkert fyrir hvað það hópetið er eða hvort þetta gagnast mér eða ekki eins og leys. Hér eru enga myndir, bara texti, engin vídeo og ekki neitt, þannig að þetta er kannski ekkert mikið betra heldur en bara bókin og það er ofta sem er vandamál við bækur að það er erfitt að skilja, lesa sér til skilnings. Ég veit raunverulega niðurbrot, já, ég er eiginlega litlu nær. Ég geti farið inn á YouTube, en þar er kannski oft það sama að þar er þetta tvist og bast og ég er raunverulega eyði mjög miklu tími í því að skoða eitthvað sem er raunverulega ekki það sem ég var að leita að. Þannig að það sem er kosturinn hér, að ef að til dæmis það sem ég er að skoða hér er tildulega erfitt og ég er ekki að ná þessu, þá get ég einfaldlega að bakka því að þetta er algjörlega lagt saman í eina heild og öll dæmin eru sér samin, þannig að ég get farið eins langt aftur á bak og ég þarf til að ná samhengi. Næsta lag fyrir neðan er raunverulega bara eins og næsta plata í lasagna, eða mætti líka yfir það. Tökum annað dæmi, ég leita bara að einhverju jöfnur. Ég fæ 5 niðurstöður, jöfnum með brotum, jöfnum með svikum og grunninn. Tökum sem dæmi, ég fyrir jöfnum með brotum. Að sjálfsög geti skoðað þetta allt saman, tek þetta bara sem dæmi. Og ég dett á beint inn í þann hluta sem fjallar jöfnur með brotum og það er eins upp. Ég fæ fyrsta kennslumyndbandið og annað og þriðja og hér eru myndböndi farin að lengjast aðeins, við erum komin svolítið þungan stað í algebrunni þannig að þetta er bara orðið töluvert mikið efni og það 4. En að samaskapi dæmablað
sem gerir ekkert annað en að reyna á skilningi minn úr kennslumyndböndunum og dæmablöðin eru nákvæmlega eins, bara aðra tölur. Vandamáli samt við aðra tölur er það að ég get ekki alltaf leyst eða fæ ekki rétta niðurstöðu. Þannig að við leysum áfram hvert einasta dæmi hér. Þannig að hér er algjör gimsteinn í kerfinu, öll þessi myndbönd sem við höfum leyst. Þannig að það vel ekki annað hægt en að sjá hvernig á að gera þetta. En þó, þegar það klikkar, þá er hægt að senda okkur aðstofabeiðni og við höfum samband og þá er þetta að leysa máli maður og mann á þeim stað sem notandinn eða nemandinn raunverulega þarf. Ef ég fer aftur út á netið og leita þar að hugtakinu jöfnur, þá fæ ég 40.000 niðurstöður. Ég veit ekkert raunverulega hvað samhengi þessar niðurstöður eru, hvort þetta er fyrir framhaldsskóla eða hvað þetta er, hvaða bekk. Ein niðurstaðan tengist næstu ekki neitt, þannig að það vantar samfelluna, en enga síður ég fer inn að þá efstu sem kemur hérna fram og þó að þetta séu góðar og gildar útskýringar, þá er þetta bara allt önnur framsetning. Það sem við erum að meina það að við leggjum mikið á okkur til þess að það sé hægt að setja hlutina fram á myndrænan hátt og þannig að nemendur sem er jafnvel erfitt með lestur eða halda athygli eiga auðvelt með að muna hvar hlutinni liggja og ná samhengi, skiptir öllu máli stærðfræði, en að já, hér er ekkert meira akkurat hér, þannig að ég bakka, prófa næstu niðurstöðu. Já, kannski þessi síða læst, ég veit ekki, hún er tóm. Sama hér, finn ekki neitt. Nú tekið bara fram að ég er ekki með aðgang, þannig ég er bara að leita að þessu jöfnur. Hér er kynningasíða jöfnur. Og það sem er bara í mínu tilfelli, segjum svo þessi nemandi sem á bara jafnvel svolítið erfitt uppdráttar, að þá finnst mér þetta bara erfitt. Og stundum er það þannig með þetta inn á Wikipedia og þar er sama sniðið í gangi. Það er að segja jafnaði stærðfræðileg fullyrðing sett fram með stærðfræðilegum táknum og að minnstakosti einu jafnaði merki. Þannig að oft er þetta stútfyllt af hugtökum sem er skil illa. Til að leysa jöfnu þarf að finna öll gildi breytana sem uppfylla jöfnuna. Rökyrðingar eru einnig setta fram sem jöfnur. Fyrir nemanda sem hefur átt svolítið erfið, þá er þetta bara oft ekki til að hjálpa. Við höfum gert þetta þannig að þetta er hugsað sem kennsluefni sérsamið raunverulega bara með einn nemanda í huga, þar sem hann kemst frá einu bara skref fyrir skref áfram. Þannig að þetta er þá raunverulega þannig að það er þetta að fara í grunninn og kafla fyrir kafla upp og byggja upp þekkingu og byggja upp grunn og það er þetta að aðganga hjálp, eða það er þetta að nota leitarvélina til þess að finna bara mjög afmarkaða hluta með stuttu með einföldum hætti og bara til þess að rifja upp eða ég vil læra þann hluta mjög vel, því að hver hluti kennir aðeins eitt afmarkað atriði og ekkert annað. En ég vona að þetta hafi svona hjálpaði til þess að sjá betur hvernig viðmótið er og ef þú hefur spurningar þá velkomið að senda okkur post eða hafa samband. Takk fyrir.